too old for this shit. Tveir á toppnum í samstarfi við Artwork. Artwork leigir út skrifstofur og vinnuaðstöðu fyrir bæði einstaklinga eða fyrirtæki, stór sem smá. Allt sveigjanlegar lausnir og þjónustu Artwork á artwork.is. Glemt að kveikja þér. Stjörnugölnu hlustendur. Þið að hlusta á hlaðvarpið Tveir á toppnum. Þetta þáttur númer #150. Bið ykkur velveringar á að þið heyrið ekkert í mér vegna þess að Oddur bara neitar að lækka niður í hinum nýja John Williams sem heitir Ludvig Göransson eða Göran Ludvigsson. Það var nákvæmlega hannig. Þetta er Anthem of a Generation. Ok, ég er hættur, sorry. Ok, já, hvað segir, þáttur #150, þú dregur mig sko frá lyklaborðinu þar sem ég er í miðri frétt. Ég veit. Þannig að ég veit það. Það hefur engin tími í það. Nei, en já, þetta er sem sagt, hvað segir, Tveir á toppnum. Já, og jafnvel sko ruggluðustu trekkarar ættu að vera búin að fatta það. Við ætlum greinilega að vera með Star Wars upp á borðum í dag. Mandalorian and Grogu. Þetta fallega nafn. Já, sem er kvikmynd. Já, sem er kvikmynd. Já. Heyrðu, og til þess að hjálpa okkur í þessu, þá var bara tekin fram stóra geislabyssan. Það er bara okkar besti Star Wars maður, Geir Finnsson, mættur enn á ný. Velkomin, Geir. Takk fyrir, og til hamingju með 100. og 50. þáttinn. Heyrðu, já. Takk fyrir. Já. Hvernig líður þið með það? Sko, mér fannst það eins og að vera gær þegar ég var á 100, þegar þið voru að fagna 100. þættinum og voru með pubquiz á stúdentahjallaranum og svo fekk ég ég vann ekki, ég meira svona bara heimtað að fá frá okkur svona 2 á toppnum ból sem þið sér pantað frá Temu vel geislavirkur sko, en ég fór ekki að setja hann í þvottavél sko, ég setja hann í 60 þvott sko, alveg tvisa sko, bara, og svo glændist ég hann og bara mjög fít sko. En það ekki, ferðið eitthvað tvegan í hann? Nei. Okay. Þetta er svona þessi bólakaup odds settu svona stöðu hans sem markastjóri í ákveðna tvísínu. Ég er jafngóður í markaðsmálum og ég er í tæknimálum hérna í dag. Já. Nefnilega. Heyrðu, sko, þú hefur nú komið oftar en einu sinni og oftar en tvisvar held ég, en þú varst síðast í þætti #47. Það eru rosalega margir þættir. Ég kom síðasta sumar, tala Superman myndina. Já, þú nefnilega mistir að því, þú varst í sumarfrí. Já, ég er samt með. Við höfum ekkert verið að spjalla saman í hlaðvarpi í 20 ára eða eitthvað sko. Já, þetta var 4. maí 2024, þetta var May the 4th þáttur sem ég Það var frábæð þáttur. En ég er með Excel-skjal sko samt og ég sé ekki á staðnum. Ég bara þegar ég var skot í símanum, ég bara skrollaði yfir. Einmitt. Var Superman bara í fyrra? Það var í fyrra, já, síðast sumar. Þú varst í sumarfríi manni í Danmörku. Og þetta er náttúrulega rosalegt Excel-skjal sem þú ert með. Jú. En já, þetta er náttúrulega mikil tímamót. Ég menn þetta er fyrsta Star Wars myndi sem kemur út í 7 ár. Já. Það er rosalegt. Það hefur ekki komið Star Wars mynd í bíó bara. Síðan að hvað? Han Solo kom. Nei, það var ekki Rise of Skywalker. Nei, Han Solo komastu. Rise of Skywalker kom út, minni mitt, kvikmynda minni mitt bara búið að brengla síðan að COVID kom út, síðan COVID gerði sig. Rise of Skywalker var 2009. Það var jólin og svo kom Han Solo kom bara 5 mánuðum setna. Í maí. Já, og náttúrulega ég vil að meina það að Captain Solo tók höggið og afleiðingarnar af The Rise of Skywalker af því að þetta er bara fyrsta eiginlega bara svona floppið. Já, allavega í meðasölu. En þarna þótti líka í rauninni hafa komið út 2 lélegar Star Wars myndir í röð. Já, í rauninni. Já, en Rise of Skywalker náttúrulega tók það sem hún bara Star Wars mynd á alltaf að gera sko. En gremjan greinilega, hún var tekin út á þessari Solo mynd. Einmitt. Sko það er svo þegar fólk horfir á Solo myndina aftur sko, þá svona,
og ríkið hefur sest aðeins sko, þá svona maður finnur að fólk kann að meta þá mynd. Þetta fín mynd, Betur, ég alltaf að segja þetta. Hefur ykkur hort á þá mynd aftur? Já, ég. Sko, góðvinnur Pottsins, Starri Reynisson, hann búin að horfa myndina nokkur sinnum og hann bara tekur það skýrt fram, þetta bara mjög góð mynd sko. Ég trú honum sko. Hvenær kom Starri þú varst? Þið voru mér og Tóta. Líka, sko. Við vorum að tala við vorum að tala um Last Jedi mjög mikið. Það er alveg nörda festival sko. Já, það var rosalegt sko. Þrjusu. En já, ég meina þannig að þetta eru heilmikið tímamót og það er mjög eðlilegt að við tökum þessa mynd fyrir. Já, en það við skömmustu okkur ekkert fyrir hlutregni þegar Star Wars rannsvegar, En hún fylgir eftir náttúrulega þessum þáttum sem að voru svona sirkabát það fyrsta sem að sló í gegn frá Disney, sló sannarlega gegn sem var eitthvað nýtt. Já, í streyminu sko. Já, í streyminu, þætti sem byrjast á Disney Plus. Hvað komið? Það komið 3 seríur eða ekki áður en að og svo og alltaf verið að boða 4. seríuna og síðan voru þessir klára að skrifa sko 4. seríuna fyrir alveg nokkur árum síðan og svo bara þetta var í miði verkfallinu það ekki sem tók stefnubreitingu kom verkfallið og Disney ákveður heyrðum ekki bara frekar að gera bara bíómynd Mandalorian og Grogu. Er þá bíómyndin í rauninni 4. seríana? Nei, þeir vilja meina það sko bíómyndin sé einhver önnur saga sko. Og að vísu sko átti að svona þau eru búin að segja 4. serían sko hún var hún átti þá að tengjast inn í Ahsoka season 2 og fjallum Thrawn og eitthvað svona þannig og hvað í gangi þar og svo tengjast beintinni hana en svo náttúrulega Ahsoka bara að fara að koma út bara strax á næsta ári sko Þetta er náttúrulega orðin svona cinematic universe þessi Star Wars heim, það er komin Ahsoka þáttaröð, það er komin Boba Fett þáttaröð Mandalorian og allt þetta Mandalorian, það er svona leikna Andor náttúrulega Já, Obi-Wan En sérstaklega sko þetta, þú veist Ahsoka og Mandalorian og þetta sko, þetta er búið að gerast á svona sama tíma sko, þau hafa verið að tala um það að þetta muni síðan einmitt enda með einhverju svona Avengers Assemble bara allir mætti saman og örugglega bara berast í þróni eitthvað sko og sem ekkert, ég er alveg til í það sko algjörlega. En þau eru búin að boða það í svolítið langa tíma núna þannig að það er spurning hvort þau gera það sko Einmitt, vitum erum við búin að kynna okkur hvers vegna þau ákvaða að þetta er þið fyrsta Star Wars myndin í öll þessi ár Nei, til þess að koma út í bíó og bara til þess að vera gerð Já, náttúrulega ég held sko það er náttúrulega búið að bóða svo margar myndir og það er alltaf einhverjir gæjar eða gellur komnar í gang sko. Já, tala um Game of Thrones gæjana þeir átt að fá einhvern heilan myndabólk Ryan Johnson átt að fá heilan myndabólk og kom meira hann Waka Takiki Ég sé nafnið hans ég ætla ekki að bera það fram sko, ég geta það ekki Jojo Rabbit leiksturinn hann átt að vera með eitthvað ætla að vera eitthvað rosalega ferskur og sniður eina sem er allavega solid er að það kemur Ryan Gosling svona stökmynd á næsta ári en sko ég held bara að það er náttúrulega eitthvað rotten in the state of Disney sko finnst það? Nei, þetta er svona það er svo mikið svona boð eitthvað, ætla að gera eitthvað svo hægt við og allt það er náttúrulega eitthvað klúður í gangi líðir eitthvað rugla og allir með ekki bara fundist vera eins og Geir segir sko kannski bara Mandalorian sér að 4 kannski þyrfti ekki að vera að klessa sér rétt á undan Ahsoka 2 og þá líka þetta er náttúrulega þessu verkfallur þá er bara, skellum bara bíómynd sko. það er náttúrulega svo að segja hvað 7 ár síðan þetta er fáránlega langur tími Já, ekki stóra sammenginu sko með hvernig maður mátti bíða lengi eftir hinum umurlegu forleikjum En maður bjóst einhvern veginn við því að þetta var svo rosalega sko, svona statement frá þeim, svona yfirlýsing þau voru bara svona, við erum Solo gekk svo illa, við ætlum algjörlega endur sko allt sem við erum að gera, við ætlum að leggja áherslu á sjónvarp síðan ætlum við að ráðum okkar vel áður en við gefum út kvikmynd og niðurstaðan var að gefa út Mandalorian en Grogu Ég menn þetta er vörumerki sem virkar það er Grogu og Mandalorian þeir virka og það er og það er þetta teimi sem er á bakvið þessa þætti ég menna þeir hafa marg sanna sig og ég hugsa að þau hugsi bara, ég menna þetta er mjög einfalt að gera bíómynd með þeim og það er kannski svona bara fín svona næsta tilraunin í bíómyndaheiminn aftur sko. og er ekki líka eitt sem er breytan sem skiptir öllum máli, það er Baby Yoda
Ég segi það. Já, það eru þeir tveir sko Mandalorian og Baby Yoda eru ennþá einhvern veginn solid sko Og þetta er geggja nafn á myndir Mandalorian and Baby Yoda sko. En já, þetta er á David Filoni og Jón Favreau Einmitt, ég tók eftir að Dave Filoni sá gæði sem byrja ábyrða öllum teiknumyndunum alltaf með hann kurga hatt Já, alltaf þykist vera Robert Rodriguez Já, fer eiginlega smá í töðunar á meiri viðkynna og hann gaf sér cameo í þessar mynd hann fær að vera á barnum Þetta er sama cameo hann gaf sér í season 3 Mandalorian sko. Já, En að vísu núna heyrist aðeins meira í honum sko. Aðeins, nú er þetta ekki bara einn sena nú er hann alveg 2 eða 3 sko. Ég hugsaði þegar ég sá hann þarf þú að vera að blanda þér í þú veist, láttu mitt Star Wars í frið, ég vil ekki sjá það Þetta er fyndið með hann Filoni sko, en þess að þú veist, fyrir hlustendur sko, þá er einmitt, þetta er bara gæinn sem var fenginn til að sjá Clone Wars þættina og allt teiknumyndadæmi bara teiknumyndadæmi á sínum tíma, George Lucas bara valdi hann og sagði bara, og kendi honum allt sem hann kunni og allt þetta, og hann varð í rauninni svolítið svona arftæki George Lucas og hann verður eftir, og svo þegar Disney kaupir Star Wars, hann alltaf það ákveðið, heyrðu, ok, bara það allt sem er kanon í sögunni, það eru bíómyndinar og Clone Wars og þú veist, og hann er, veist, hann bjóð til að Ahsoka karakterinn sem var rosalega vinsæl og honum tókst að gera gerði þættina ekki og ákvað, ég mitt vera bak við þá náttúrulega og þú veist, og hún tókst alveg til að gera spennandi söguþræði og gera, bara með Clone Wars tókst hún að gera prequel söguna allt í hennu bara góða, sko, sem var bara lengi vel réttilega hölluð sko. Þannig að þú veist, hann hefur haft mikið meðbyr, maður finnur að það er svona komin smá svona Filoni þreita sko, í aðdándur, núna þegar Tony Gilroy gerði Andor þættina og þú veist, og gerði ókislega vel meðal annars vegna sem hann var ekki með öll þessi cameo, þú veist, það var bara ekki, hann gerði bara eitthvað annað Star Wars, hann gerði bara sitt eigið stöf og það virkar rosalega vel og svo hefur Filoni Star Wars í samanbyrða sem að það er bara allir og ömurðir er að cameo og bara ég hverjum mest að þætti og það er æðislegt og Ahsoka er allstaðar og bara það er alltaf svona mannsleitið þessum karakter Darth Maul dó ekki Já, hann er bara hér á löppunum það óheppilegt að Darth Maul skildi vera tjæsla saman en það bara fíblinga Lucas áttu náttúrulega ekki að drepa hann í til að byrja það sko, þetta er alltaf góður karakter til þess að og hún hefur gerð mjög góð skil í þessum teiknumynda þáttum og náttúrulega hann er með sína eigin teiknumynda þetta núna sko, og bara gera gott mót og allt bara flott en það er þessi, maður finnur það er þessi svona, meir sem ég sjálfur finn þetta og við fleiri alveg það er svona Filoni þreita sko, maður svona að fá smá svona og hann elskar að koma dýrum fyrir í öllu og hann elskar að eitthvað gera þau, það er bara eitthvað, þetta er bara stíllinn hans en það er margt gott sem að gera samt og ég er alveg spenntur fyrir að Ahsoka 2 og allt en þú veist, og nú er hann orðið nýja Kathleen Kennedy hann er aðalgæðin hann er bara að stýra Star Wars þeim mun aðstæðanlega hann sé að tróða sjálfum sér í þetta sko. ég er bara, ég veit ekki af hverju þetta pyrra mig menn eru bara eitthvað að leika sér bara, mér finnst það pyrrandi, ekki leika það með Star Wars hatturinn er eitthvað ófólandi nei sko, ok, en áður en að kannski fyrir maður að myndina efnislega og svo framvís hversu mikla væntinga fóruðu með henni í þessa mynd, fóruðu með eitthvað væntingar? Engar Nei varst ekkert eitthvað svona, ég held að þetta er ekki myndi sem myndi breyta lífinu Nei, og ég held að þetta var bara í fyrsta skipti sem ég bara sest niður og horfa okkar Star Wars efni og ég hef engar væntingar og sem er mjög skrítin upplifun sko, ég ákvaða líka að gera svolítið brautriðandi í mínu lífi þegar ég horfði á þessu mynd, ég fór einn í bíó ég hef aldrei þórað að fara einn í bíó en svo var ég bara á langu vinnudagur og ég hugsaði bara, veistu, hún er bara sýnd núna 3:30 í Kringlunni ég vinn hana rétt hjá og ég hugsaði bara ég ætla bara að kaupa mig og ég ætla að skella mér og það var æðislegt Hvernig var eitthvað í bíó? Krakkar? Ég var einn í salnum Varstu einn í salnum? Þangað til að eitthvað par kom og var bara með háaða bak við með allan tíman sko, en við svona ekki allan tíman Nei, ég horfði ekki vel á því þau voru eldri en ég held sko. En nei, þau hugu sem mjög vel ég held að meira bara það að þau voru að trufla þessa stemningu sem ég var að mynda og það er allt fyrir mér en ég fór einn í bíó, ég er stoltur af því horfði myndina og í besta sæti og bara í bestu mögulegum aðstæðum og með engum væntingum og það, mér fannst það bara þægilegt sko. Hvernig horfðu þið á myndina strákar? Sko við erum svona eiginlega deilum reynslu sko, svo ég fór
klukkan 15:30 í Kringlubíó. Fóruð báðir 3:30 í Kringlubíó? Já, jú. Herri, ég fór líka á þess að myndi í Kringlubíó en ekki 3:30. Og ég var 5 í salnum, það voru 2 pör og ég. Nei. Og ég var einn með aftasta bekk og bara, ég samt náttúrulega fyrir mikið einn í bíó, þannig að það var nú ekki þannig sko, en sko ég fer aldrei inn í bíó. Nei, ég ætlaði ekki að vera með hennar væntingar en þú veist, ég bara alveg bara mjög ánægð með Mandalorian fyrstu 2 sérurnar sérstaklega bara og fíla þetta dót sko, en ég var einhvern veginn svona ekkert með hennar væntingar fyrir að Oddur náttúrulega var fyrstur sko og kom hérna í vinnun og tilkynnt það, þetta væri bara fínasta mynd og tónlistin væri geggjuð Tónlistin er geggjuð, ég stend við það. Já, og ég er það, og þannig ég var ekki með hennar væntingar en svona allavega lágmarkaðar. En það sem ég upplýði og hef aldrei upplýðið það að þegar myndið var búin þá var eitthvað svona tómleikatilfinning í mér. Ég var alltaf einhvern veginn geta einhvern veginn lyfst upp líka í lélegum starfsmyndum en þarna var ég bara svona flatur eiginlega, já ok, þetta var fínt sko, ekkert leiðilegt og alls konar eitthvað bla bla. Það er rosalegt að heyra. Ég náttúrulega fóð fyrstur eins og þú segir þetta og ég var ekki búin að heyra neitt og engin búin að segja neitt við mig og ég náttúrulega, eins og þið vitið, þú veist, ég bara átti erfitt uppdrátta með Rise of Skywalker og þessi sólómynd var bara ekkert spes og hérna fín sko, fín mynd. Já, og svo hefur svona Star Wars dóti verið bara stundu bara fínt á hérna og bara mjög gott á Disney Plus, ég meina Obi-Wan segir hann bara, maður beið eftir henni sturluð, leðilegt við það þætti að maður horfir aldrei aftur á það. Ég hef ekki hort aftur á neitt af þessu ég veit ekki að segja það og ég hef ekki nefnt á nokkuð sem að ég keypti Obi-Wan í stílbóks á diskum sem ég hef aldrei opnað sko. Þú er ekki opnað þannig að ég fór ekki með neina væntingar þannig að fyrir mér þá bara svona heyrðu þá skemmti ég mig bara mjög vel og margt í myndinu bara komið á óvart framúrstefnilega tónlist með Star Wars mynd komið líka á óvart þá var eitthvað svona, hvað var, eitthvað svona techno dæmi sem í tónlistinni sem var bara mjög nett kom bara mjög vel út skapað leitrónar stemningu svolítið sko. Og þú veist, ef við viljum fara að ræða bara hvað fannst myndina þú veist, og bara efnislega og kannski verum við ef einhver vill ekki láta spila fyrir sér, þetta er samt frekar basic sögurþráin er þannig að Mandalorian sem er einhvers konar hausaviðari hann er með sinn lærling sem er Grogu sem vildi ekki vera Jedi hann neitaði Luke Skywalker í þáttunum til þess að fara að læra fyrir hann sem er svona Mandalorian dæmi og má aldrei taka sér hjálminn og þeir eru að vinna fyrir hann að líðveldið New Republic og er að leita að vinna fyrir nýju borgarstjórn er að vinna fyrir nýju borgarstjórn í Reykjavík Hildi Björns og félag og hérna og eiga að leita Rot of the Hutt sem hefur náttúrulega komið áður í Star Wars mynd Clone Wars myndinni sem var í bíó sínum tíma sem barn, sem unga barn sem Dave Filoni náttúrulega bara fann upp á það er mjög Dave Filoni-legu kartir Rot of the Hutt og eitthvað sonur Jabba the Hutt, þetta er alltaf því sko, þetta dæmi, þetta er svo mikið sábópera dæmi sko sem náttúrulega Star Wars þetta er náttúrulega sábópera í game sábópera en mér skrýmslinn bara geggjuð, bardaðatrein voru ekki dæðilega skemmtileg auðvitað er æpirað á mann að myndir endar í miðri mynd í miðri mynd er bara myndir búin og hann er bara komin heim til sín bara til að það kom svona aftur þessi vestrafílingur komin í bjálkakofan bara svona kveikja varðeld og þá hugsaði ég bara þetta er eins og sjónvarstáttur þú hugsaði það? Það er eins og serían sem búin núna eða þú veist, miðjum seríu eða eitthvað mér fannst þetta sko, ef ég má bara skjótt inn í takk, sko aftur, ég meina, ég fer hann inn með engar væntingar og það sem ég hugsaði á þetta tíma var bara, þetta er bara rosalega mikil, bara svona 7 af 10 bara basic afþreying, fannst mér, bara hérna þetta var mynd með upphaf, miðju og endi, þú veist, og hérna plottið ekkert flókið og það er svo sem allt í lagi en ég held að sko út að þið voru að tala um hana, þú veist að með allt þetta nýja Star Wars efni að maður horfir ekki á þetta aftur og ég er sammála með þeirri undantekningu að ég horfi, þú veist að maður svona slysast oft inn á svona YouTube klippur, þú veit, það er svona, þú veist
að svona, vá, þetta hérna geggjað atriði, þú veist, í hérna, þessari hérna Star Wars mynd eða í þessum hérna þáttum, þú veist, atriði þegar að hérna Luke Skywalker birtist í Mandalorian eða þú veist, eitthvað fattir, maður svona rampar inn og gæsa þú Svarthöfðu Obi-Wan keppa þarna berjast síðustu sinn í þættinum nákvæmlega akkurat þetta, þú veist, og svo bara svona, ég fór að melta myndina síðan og ég hugsa með mér, þú veist, þetta var mynd sem bara, ég bara naut mín, mér fannst hérna bara fínasta afturring, þetta var alveg svona pop og kókmynd sko og bara og fínt, en það ekkert atriði í myndinni sem að ég að hugsa sérstaklega, vá þetta hérna, vá, ég vil horfa þetta aftur það var ekki eitt atriði í myndinni sem ég hugsaði, vá, mér langar að bara þetta satt í mér sko. Fannst þér ekki gaman þegar Baby Yoda fekk svona sína eigin mynd mér fannst, í svona 20 myndir ég ætla að segja, mér fannst það var eiginlega uppáhaldið mitt við myndina sko. og þegar hann var að tróða gæðanum inn aftur og aftur og var alltaf ídunum aftur og aftur inn og maður sér svona þeir sjá hann býr til svona eitthvað svona leirtjald sem svona svipað og Jóta bjó í þarna í Dagobah sko, þannig að maður hugsa er þetta þeim eðlislægt að búa svona til sko, eða það var ímislegt í þessu og ég veist, mér fannst þetta krútlegt og þú veist, það eitt af því besta við Grogu að hann mjög krútlegur sko, og hérna krútli heitin alveg skinu sko vel í myndinni en já, veist, ég fílaði hérna, hvað heitir hann, Jeremy Allen White sem að The Bear, kokkurinn og náttúrulega leika hérna vandræðakrakkin í Shameless og fleira, þú veist, bara fínasti leikari og hérna, ég þurfti að minna sjálfum á, bara byrja á, þetta hann mitt, það var svona, maður heyrir að þeir eru að breyta röddunum, sko, fyrir þessa hött, hérna gæja, sko. Það var ágætist tvist, hann vildi ekki láta finna sig. Já, mér finnst bara skemmtilegt og bara, þú veist, mér fannst bara alveg skemmtilegt að hafa hann á skjánum, sko, en aftur, þetta heilt yfir rosalega mikið bara svona, bara fín mynd sko. Ég sko þótt að maður ekki verið mjög væntingar þá vissi maður alveg að hverju maður var að fara að ganga og hún svíkur ekki, þetta bara þó þetta sé ekki langur Mandalorian þáttur, þá þetta samt langur Mandalorian þáttur og bara fýtt fyrir sinn hatt, það alls konar hasar og fjör, mér finnst bara eiginlega fyrsta opnunrættri eiginlega bara vera svolítið hábúndur sko, svona gekk mikið á einmitt, já, þeir voru hann á einhverju ísplánitu og hann var að leita einhverju eltast við einhverja uppgjáða næsista en sko já, svo líka jú, það eitthvað verið að kúldrast með svona þemu þessi rottaði hött í skugga pappa síns og svo náttúrulega þetta feðgasamband milli Grogu og Mando sko, og þetta náttúrulega bara leiðaminni í Star Wars, þetta snýst alltaf skuggaföðurins og feðgasamband einhvern veginn sko, allt er góð með það sko, en ég náttúrulega af eldgamla skólanum og ég þoli bara ekki hötta sem eru CGI sko. Ég kynntist Jabba the Hutt sem eitthvað svona brúður sem 5 menn voru inn í að stjórna sko. Brúðaði mitt sko bara... og hann er ennþá miklu flottari heldur en allir þessi tölvuhöttar sko. Það er rétt, og var hann ekki með þess að mennskur í New Hope? Já, ef hann hefði fengið að vera fyrstu, sko. Já, það var svona standinn ykkur og svo bara réttilandi bara klippað út sko, eins og var gert en ég sammála þessu og mér langar að nefna líka, þetta var svona og ég sá síðan í kjólfarið að hérna, hún fekk gagnrýni fyrir hérna brelluna sko, að CGI-ið hafi ekki alveg verið nógu, eða svona maður tók, þetta var alveg flott þannig síðan en bara maður tók svo vel eftir þetta var CGI sko. Já, og líka eitthvað að tala sko, að segja þetta nú sko, þú veist, bara alvöru teknibrellur voru náttúrulega bara fundnar upp fyrir Star Wars bara, Industrial Light and Magic og þetta er svo, það sem að er bara Rolls Royce-in í söllu, þetta var eins og þessu konu bara, já, þetta sleppur þetta dugir sko. Mér fannst samt bara þess að mér var skrimsli mjög flott samt í myndinni heil skrimsli sko, ekki endilega höttarnir þetta var alls konar skordýr og þetta stóra hvíta hérna ormurinn, miðgasormurinn hann stóð svona, með brásóltið að horfa sko. hann var svona horrormonster, hann stóð svo vel en sko líka svo bara var ég hérna eitthvað, veitum hvað massaður hött í alvöru, hvert erum við komið? Það var mjög fyndið sko, vá hvað ég hló mikið þarna bara einhver bara Jolly Gladiator sko jú, allt bara svona frekar eitthvað, jafnvel sko virð á Star Wars leveli sko
og svo Á það ekki að vera þannig? jú, Pítur Rólegu sko svo náttúrulega hann ráðast þarna bara eitthvað bönns af mjög kúki og fríki skrýmslum á það hann í bardagahringnum Ég var nefnilega, varst ekki reyna nei, það? þú varst með ána með þetta, mér skilst nú að eitthvað þessu séu sko taflkallarnir úr fyrstu Í alvöru? Já, Vá. ég er með tjóttir þessu maður þekkti það strax, það var allavega einn þeirra, ég veit ekki hvort þeir voru allir en allavega tveir held ég Ok sem að því að ég er sko ég er örgulega með minnstu Filoni þreytunni hérna því að ég elska fanservice og ég er búin að vera á næsta ári er ég búin að vera fan í 50 ár og ég segi bara þjóniði mér, þú veist, ég vil fá þetta til að segja það en mér fannst þessi skrimsli, þeir voru ekki að kveiki mér ég vildi bara, okkur var ekki að fá rankor og eina vampa hérna og bara einhver legendary monsters úr hérna, heiminum sko. Já, ég segi það Já, Rancor, það var hann skrimslið það var skrimsli á Djabba Já. að við séum Mando búin að stúta Það- einu svoleiðis já, eða temja eitt einmitt. svoleiðis Það var það ekki? Gróku svæfðan Jú, það var nefnilega hann í þáttunum já. En sko annað sem mér fannst nett sko bara bæti við eins og með tónlistina þessi þegar fyrsta þáttaröðin er búin eða sem sagt þegar það er svona hálfleikur í myndinni hvernig allt er komin hindi sín Já. þessi mannaveður sem kemur og veiðir hann Já, fálega nettur þetta meðan- átt hann rosalega auðvelt með að Já. einhvern veginn ná þessum gæja sko, Mando. menn hann Úlf þarna Já, og litlu gæðinni líka skemmtilegir sko já þannig að viðgerða Já, gauðarnir við gerðum gæðinir Babu Frikk gæðinir sko Mér langar líka að nefna eitt sko að þið tókast þeirra Martin Scorsese leikið myndinni Já, Hver líka? hann líka hérna apan með 4 eða 6 hendur sem var svona skyndibita abi Það Það var geðveikt. besti karakterinn sko. Það var geðveikt. Það var gaman að horfa á þann karakter Ég vissi ekki fyrirfram, ég vissi að Scorsese væri í myndinni sko. Ég vissi ekkert hvað hann gerði í myndinni og ég þurfti síðan að fletta hann upp eftir Ég bara, já, var þetta hann? Þú veist Ok, hann er búin að leika í Shark Tale Já, Mandalorian Grogu já og og hérna, við veistum líka bara því að hann er nú Marvel heitir numero 1 sko, það finnst mér nú gaman að því að hann sjá ekki að þú ert að poppa upp í Star Wars Nei, líka leikstjóri þessa myndar er náttúrulega Jón Favreau, hann er náttúrulega leikstýri fyrstu Iron Man myndinni og er búin að vera bara framleiðandi á Marvel heiminu síðan og leika líka heimitt Já, nákvæmlega leika Happy Já, ég hvað, sko það er mikið kannski verið að tala um að til þess að þetta sé mynd þau vitið, þau Star Wars mynd það þurfa að vera svona mikið í húfi Þú veist, fannst ykkur mikið í húfi í þessari mynd? Nei, já, ég heyri þetta rosalega víða og mikið, eitthvað. Ég skil það er alveg hægt að segja litlar spennandi sögur í þessum Star Wars bíómyndum? Já, mér finnst þetta ekkit vera neitt eitthvað issue, það bara var eitthvað annað sem maður þurfti að hækka betur upp í sko. Hvað fannst þér helst vera? Sko, ég veit ekki, þetta er náttúrulega eiginlega guðlast sko, en hérna, af því að við George Lucas vitum það að Star Wars er fyrir börn, en mér fannst þessi mynd ákveðum svo barnalega, ég hefði líka við geta verið með Gussa 4 ára með mér og það hefði bara verið allt í lagi, hún var komin á leikskólastig einhvern veginn, var mér Á hvað leitið það? Þetta er bara svona það voru bara svona sumar stemningar og sumar atrið sem voru bara, og náttúrulega expositioni alveg svoleiðis, það voru allt stafvoni manni sem hefði lægt að lesa í gær sko, einhvern veginn þetta er svona, þegar mér er farið að finnast eitthvað í Star Wars barnalegt þá er það örugglega komið ansi neðarlega. En fyrst í 2 Star Wars mynda voru nú ekki barnamyndir sko. Þetta var ekki fyrir að hann fatta að hann geti græð peninga á þessu í Return of the Jedi sem þetta byrjaði að vera barnamynd sko. Börn náttúrulega fullorðnus miklu hraðar í gamla daga. Ég hef verið eins og einhver 7 ára nútíma gúbbi. En þá mannstu henda Böngsson á vatnin Evox og þá fór hann að bara já, þetta er fyrir börn, ég ætla að græða peninga á börnum. En þetta var einhvern veginn allt í lagi og svona fullöng með að við svona rólegu kaflarnir voru ansi rólegir. Það var hlýja hjá ykkur. Það var ekki hlýja hjá mér sko. Hann fann ekki að mikið fyrir og svona maður skrítið sko Sigourney Weaver þarna rock solid gæla sko, mér fannst það samt að trubla ert þú ekki í vitlisur mynd? Já, ég skil það og eitt sem ég skildi ekki alveg af hverju kom líðveldið að bjarga Mandalorian? Já, mér fannst það þegar að meikaði engan ég óttur þessu líka, mér fannst þetta eitthvað það var eitthvað skrítið og þau fundu sér knúin til að sko og þau voru búin að nefna og maður veit að fyrirfram að hött heimurinn er mjög svona hands off sko, þetta er mjög erfiður heimur og margir pening, maður heyrði að þau voru sjálf að tala það eru margir peningar annars sko, geta gott að hafa með okkur svona, okkar hlið og svo ákvaði bara
ráðast á alla plándun, alla bjarga Jared, sko, já, það er náttúrulega að vísi náttúrulega voruð búin að komast að því að höttarnir voru náttúrulega að svíkja alveg sko. rétt, Það var smá svona barnaskóla lógik fannst mér líka. En það var líka svona Já, eftir á- við föttum Já. það ekki, En þú það var verður svona- líka að svíkja okkur. Þú veist, það var bókstaflega eftir á skýring við sem áhörundur upplifum Einmitt, það ekki já. allt í einu bara komið bara, Fyrir utan það sko að þetta er nú The New Republic þetta var svolítið svona Palpatine Vader viðbrað þeir eru að svíkja okkur Annihilate En En svo náttúrulega að Sepp var þarna þælast og hann virtist nú hafa svona sæmilega ítök í flughernum sko en hann var að segja við Mando og ég get nú eiginlega ekki komið með X-vængurna sko og redda þér nema eitthvað bla en það er svona gaman að sjá hann í á stóra tjaldinu sko. fyrir venjulegt fólk þessi Sepp, þetta er einhver Dave Filoni karakter. Þetta er hann er einn af aðal karakterum í Star Wars Rebels þáttunum, hann tekni þáttunum sem að geri alltaf Oddur er að horfa á mig eins og ég sé bara Ég þóði og ekki. ég held að það sé ekkit bull í mér að lúkja á hann er náttúrulega byggt á einhverjum Ralph McQuarrie sketsum af Já. Han Solo eða var ekki Han Solo ég man ekki nákvæmlega, já, hann er alltaf já, hann er til karakter sem er byggður á þessum svona, þú veist, á sketsum fyrir þá hann á sér fortíð episode 4 sko. hann er svona og þú veist, Rebels þættinir eru mér varst þið mjög góðir sko. Þeir voru mjög fínir. og og svona útlitið dró mikið innblástur frá þessum uppálega Hvað gerist í þeim þáttum? Það var eitthvað. þeir gerast þarna já, þeir fjallum hana Ezra Miller og hann er að læra að verða Jedi og er með þessum svona með þessu fámenna Ezra Miller, er það ekki eitthvað Ezra Miller, sorry Er það ekki eitthvað leikar? Ezra Bridgers please klift þetta út úr þáttinu sko. nei, þetta stendur já, það er eftir mitt ég er þreyttur, krakkar, ég er kennari, ég er að fara við próf nei, já, já, þetta er bara Rebels fjallar hana þetta eru einhverjur uppreisnar sekir sem eru að ferðast í litla skipinu sínu og berjast við með var hann Sabine Wren og eitthvað þetta er svona lið sem að dúkkur upp í Ahsoka þessi karakter að fara í Ahsoka og Ahsoka bregður fyrir í þeim þáttum líka og þetta er frá sama teimi og gerði Clone Wars þættina og þetta er svona mörguleiti ákveði framhald af þeim sko. Já, Tóti, nú ert þú mikill, þú hatar, ég veit ekki neitt sem hatar Star Trek hjá mikið. ég hata ekki bara gerir mér upp að því að ég meina já En hvað finnst þér að Star Wars sé bara orðið Star Trek? Þetta er bara orðið svona eitt þáttur. ég veit Eitt þáttur einu, eitt mission. já, ég finnst alltaf í lagi sko en þá verðum við alltaf bara að sko samt að róa okkur einhvern veginn ég hef nú sagt það áður í svona Star Wars þáttum og ég held að Geir hún tekið bara því meira Star Wars því betra, ég er alltaf til í þetta sko. og verð alltaf til í þetta Já. en þá verðum við samt að fara náttúrulega að tjúna niður væntingarnar því að náttúrulega maður er vanur því að býða í ár og áratugi og þetta er stórviðburður þú getur ekki einhvern veginn ætlast til þess að sé stórviðburður á þó það sé á 7 ára fresti sko. það er ofstuð sko. En finnst þér, þú veist, að einmitt, þú talar þessi stórviðburður og ég tengi við þetta, ég minna bara ég var að klípa mig þegar að Force Awakens byrjaði sko. ég bara trúði ekki að ég var að horfa á nýja Star Wars mynd þú veist að horfa á þess, þú veist ég bara velti fyrir mér og ég bara svona hugsa upp átt er ekkert pláss lengur fyrir svona stórar sögur eitthvað svona þú veist, eitthvað svona heimsenda átök í Star Wars, þú veist, þorir Disney ekki, þorir ekki að segja þessu sögur eða þú veist, er þetta þau eru, sko hver er pælingin, það er eitthvað pæling búin að þreifa fyrir sér, ég menna þau náttúrulega eignast Star Wars svona eitthvað 2012 eða eitthvað og ráða strax í gerð þessa bíómynda og svona og þau eru búin að vera, þú veist, þau fóru strax í að gera framhalds þríleik með sín eigin sögu og líka eitthvað svona allt inn á milli dæmi til að útskýra hvað gerðist á milli þessa tíma, alls konar sem við erum búin að bíða mjög lengi eftir og ég held að sko þau eru búin að vera svolítið svona út allt að þreifa fyrir sér og það er alls konar búin að gerast og sjá hvað festist já og ég held, þú veist, ég menna og svo eru búin að, eins og við tölum með hann við erum búin að ráða alls konar leikstjóra til að búa til nýja þríleiki og fleira og hitt og þetta svo bara hefur ekkert gerst sko en þannig að þau eru að reyna að gera eitthvað og þau eru að byggja þetta upp þessa mandóþætti og fleira í eitthvað dæmi það er erfitt, það er greinlega mjög erfitt að gera það en maður finnur að þau eru samt mjög tilbúin til að þú veist, fara líka út fyrir framhaldsþríleikin sko, ég meina með þessari Ryan Gosling mynd, hún er að gerast eftir og eftir þeim þríleik og þú veist,
og þau eru búin að reyna að gera eitthvað Rey-mynd núna mjög lengi og eitthvað svona, þú veist, þau vilja það sko. Alveg rétt, þau ætla að gera eitthvað fram Ég held að framtíðin liggi náttúrulega jú, þau eru alltaf okkar strega fyrir sér en þau bara taka aldrei réttar ákvarðanir og einhvern veginn bara þarna Force Awakens, jú, þetta var geggjað og samt bara endurgerð á Star Wars, já, fyrstu og líka sko, þá gáttu þeir heldur ekki komið með myndina sem við vildum Luke og hann eru aldrei saman sko. það var ótrúlega með alla leikarina lifandi og til í að gera þetta og það var ekki bara splæst í það sem búið að bíða eftir í hérna allan að tíma það var ræðilegt bara fail takk fyrir það Ryan Johnson og sko svo hérna hann Jóð Abrams sem að byrja á þessu við verðum að ræða þetta í þaulana, það er ekki búið að ræða þetta neitt já, var ekki pælingin að þau ættu að koma í númer 2 þú veist ég man ekki lengur já, þeir eru búið að drepa hann áttu þau þá að hitta ég held samt að mist fínt samt að sko, ræða þetta, ég menna nú er ykkur ár búin að líða frá því að hérna, þessum þríleiki lauk og ég held að sé bara svona auðvelt að ganga út úr því að þetta hann var ekki nógu vel útfærður, þú veist, og endaði bara ekki nógu vel og... Já, það var bara þegar greinlega heildasýnin var ekki Nei, það var horfast að 3 myndir, þetta eru 2 leikstjórar bara að rífast einhvern veginn En nú veldi ég fyrir mér að okkur langar miklu frekar að tala um það heldur að tala um þennan Mandalorian og Baby Yoda Það er bara ekki frá Við förum bara í beint í það er bara ekki frá það mörgu að segja í sjálfu sér þetta var bara fínasta ræma mér er samt allt í lagi að velta fyrir mér sko framtíð þeirra ég menna við erum með, það er season 4 skrifað það er spurning hvort þau fari að gera það og maður veit alveg þeir munu bregða fyrir og einn annan hátt fyrir en síðar og þetta er alveg ágætlega vinsali karakterar en þá sko, ég veit ekki hvað sko Grogu getur sko farið lengi á Krútnesinu sko. Ég var að fara að segja, er þetta ekki eina ástæðan fyrir að þau eru svona himinlifandi með þetta er að þeir Baby Yoda er bara ykkur íkonískasti og bara svona vinsalisti karakter, öll börn eiga svona bangsa þú veist, þetta er bara cash cow þetta er algjör peninga kú sko, og líka því að sko, við höfum náttúrulega ekki nefnt að þessi mynd á fyrstu dögum í bíó hún náttúrulega er undir Solo í alveg já. Og líka sem er náttúrulega ekkert skrítið því að Solo er betri mynd sko og heldur ekki skrítið vegna ég er ekki sammála því reyndar ég er ekki sammála því þú veist og ég menna bíómyndir eru almennt ekki búnar að ná að jafna sig almennilega eftir COVID sko ég menna það er bara það eru ekki að vinsalar ég meina ef að fólk fer ef þetta er góð mynd Barbie og Oppenheimer sko samt það er náttúrulega bara svo náttúrulega verið eitthvað svo náttúrulega Star Wars náttúrulega allavega eftir að Disney tóku þessu komið í svona sömu stöð og KR sko þetta er bara Star Trek nei þetta er bara elska allir að þessu gangi illa þú veist að mér er svo drúi hluta þeim sem fóru að sjá þess að myndi í bíó fyrstum var bara með fingerskross bara vertu glötu svo ég geti sparka í Disney og ég veit að það verður sko byrtist dómur á Vísi á morgun þar sem að Magnús Jökull tala Inside Information já og ég bara það sem að, tala um eins og stjörnustríðis ekki spoila fyrirsögn jú, ég er bara að gera algjörlega því að þessi dómur er bara það er rugl, skilja, þetta er ekki glötu mynd þetta er alls ekki glötu mynd og ég er bara en samt, ok ég mun verja mitt Star Wars en það er því að það er náttúrulega verið að stökkva strax á þetta hún er undir Solo og glötuð og bla bla þetta er samt ekkert slæmt þetta eru fína tölur og þetta er sko hún er ekkert eitthvað að skrapa botnin bara frá COVID þau eru að þjána pening á myndinni sko og svo líka þetta áhyggjurnar séu líka alltaf takmarkar því að þeir kannski viðtalvað að peningurinn liggur náttúrulega með í dótinu og öllu sem að fylgir í kring sko en ég velti fyrir mig til ég horfði þetta í gær sko ég menna fór að hugsa með mér hvar verður dótið, hvaða dót verður framleitt úr þessari mynd, er það rotta og meira hvað á maður að kaupa marga Grógua í viðbót öll skrimslin, litlu viðgerðarkallinir en sko, mér langar samt að pæla aðeins í Grógu, ég menna eins og ég sé hann fyrir mér, þá er þetta sko, að búa Grógu til er mjög snildalegt af Disney vegna þess að þetta er náttúrulega tegundur hans Jóta og Jóta lifir í 900 ár jú.
og við kynnumstólunum þegar hann bara lítið barn þessum Grogu og við sjáum það, hann svona sögulega séð, hann getur verið Jedi, hann getur líka verið Mandalorian sko. Já, það hægt að gera ýmislegt með hann bara á næstu áratugum sko. Þetta bara karakter sem getur lifað og Jón Favreau hefur sagt að hann hafi miklar og stóra hugmyndir sko, framtíð Grogu vegna þess að hann getur verið bæði, hann sé að verði bæði, hann er svona svolítið að djettast og hann sé ekki með master sko, svo hann Mandalori líka muni eftir þeim sögurþræði þáttunum og ég bara afsaki mig ekki hann valdi pappa sinn hann valdi bara að fara til Mandalorian í staðan fyrir að valdi að fara til Din Djarin hvað sem hann heitir, í staðan fyrir Luke en hann er náttúrulega mjög force sensitífur og það opnar líka möguleika því þá var hann sko með óhefbundna Jedi training sko. Það getur líka stundum bröðið til beggja vona sko. Og kannski getur hann bara, þú veist, ég meina þegar Din Djarin verður myrtur einhvern tíma, mun gerast einhvern tíma sko, þá getur það kannski ítt Grogu í einhverja myrka hlið og það er alls konar að gera með hann sko. Þetta voru pælingar í Acolyte muni það var þá sem að þú starri mætti ég voru munna núna, ég er bara búin að gleyma þessum þetta, ég er bara búin að krossa yfir hann ég held að þetta sé mest streymda Star Wars efni á Disney Plus en samt bara mátti ekki heyra það minnst að gera framhald og þetta var eitthvað vók fyrir einhverja þetta var svo geðvitt, það var fyrsta sinn sem við vorum að fá einhver svör máttin og jettana og við séum svo núna af hverju að sjá hann Darth Plagueis þú veist á skjánum og með geðveik bardatrið en fólk var bara, þú veist, og þetta ekki það er ýmislegt sem var eins og við starri fórum yfir sko, ýmislegt sem var að þessum þáttum líka, við skulum ekki skafnast að því en það sem var að þessum þáttum var ekki vókið sko. Og ég er hún svo ógeðslega þreyttur á fólki að vera einhvern veginn að þú veist, að þurfa að drulla yfir allt og nú er hættið framleiðsla og geggjuð efni vegna þess að það er svo skítrætt við vókið sko. bara galnir tíma sem við lifum sko. Hvað myndið þið gera öðruvísi í þessari mynd ef þið fengið þar á ég veit ekki, þú hefur í rauninni ekkit þeir eru bara svona þetta er bara rammi þeirra, ég held að það er ekkit bara eitthvað skiptum eitthvað skúrka eða eitthvað en þetta er bara svona saga, þetta er bara þeir mál er að það var, þú veist það er ekki lægi sko að gera öðru í þessu mynd, það er bara mál með þessa mynd er að hún þurfti ekkert að koma út sko. Við þurftum ekkert að fá þessa mynd það var einhvern að biðjum þessa mynd en það var alveg svona næs að fá hana og ég er sáttur með það sem ég fekk en ég hefði alveg getað að lifa góðu lífi á þess að sjá þessa mynd sko. og svona líka eins og talaðum sko að því að þetta er þessi 7 ára á milli alltaf ef að Disney eða þeir þarna hjá Lucas sem held í alvöru að þetta var einhvern veginn myndi sem myndi svona rétta úr Star Wars kútnum sko í bíó þá hún alltaf er ekki til þess fallin en þetta er bara þetta er svona fín bara tyggja á sápukúlu popcornsmynd bara inn í sumari en ef við hefum fengið eitthvað svona ógeðslega nettan vel skrifaðan og vel leikinn vondakall, illmenni hann hefði verið að hóta því að má lífið út af einni plánutu, heilu plánutu hálfur vetrarbrautinni hefði þá ekki bara verið best bara að henda þá inn bara einhverjum svona vísi að first order bara ég er að segja það er mitt og svona smá svona kynning og svo hefur blandað svona smá eitthvað smá dulúð inn í þetta og síðan endar þetta einhvern veginn að hann heitir Rey og þetta var svona dæmi og þetta var svona fyrsta myndin í risastórum Star Wars og Filoni með hatti sinn og Oddur er bara að tala eins og Filoni þetta verður svona fyrsta vísun inn að svona a bigger universe Ewoks líka þú veist það verið skára nei, þessi universe er náttúrulega ginormous við vitum það alveg þetta er bara svona lítil saga sko. en bara þegar mér fannst eins og þetta væri þáttur sko, þessi mynd ég bara hugsaði þannig sko. Kannski líka þú bara vanur því að þetta eru þáttagæjar sko. en það var mér finnst það nú ágættur þessi Lord Janu sem hann Johnny Coinleikur sem að voru alltaf stuð anditslausi keisaraveldis dúdinn og ég var alltaf það var ekki Bob Hoskins dauður ég alltaf hugsaði, hann var svo líkur Bob Hoskins þessi gauður sko einmitt, já en þetta var alveg bara þetta var svona fínt en þetta er ekkert bara einhvern veginn maður náttúrulega ekkert venjast í að vera ekki alltaf að fá bara eitthvað geggjað Star Wars þegar maður fer að sjá Star Wars það vantar ekki bara almennilega vondakall í þetta mér finnst tvíburarnir reynda bara svo þessi satt að þau voru að drulli yfir hötta hérna á hann tvíburarnir komir á orð, mér finnst skemmtlir voru þetta sömu höttarnir og voru í þættinum season 3 Mandalorian örgulega, 100% ég er náttúrulega búin að gleyma þessum þáttum
En þú veist, ef það hefur verið hérna Mats Mikkelsen eða eitthvað, hefur verið fengið til að leika eitthvað hróttalega vondakall og þetta hefur verið svona big stakes. Ég held að, sko, þegar þú segir það, ég held að það hefði verið gert geggjað hluti fyrir þessa mynd. Baby Darth Maul, það verið hægt að henda honum að þeim, Baby Darth Maul, svona lítill Darth Maul og hann hefði svona sparist við Baby Yoda. Það hefði verið hægt að gera alls konar svona. Ég er að grínast, en ég er samt ekki að grínast, sko. Ég bara hugsa upp á þetta, sko. Þú veist, skúrkarnir voru alveg ók, sko, voru með þessa rosalegu fóringja glæpasamtaka og svo voru með hann annan, svo voru náttúrulega líka með hann gæja með hattinn sem var þessi hinn hann að Bounty Hunter sem kemur, hann var nettur, það var smá hryllingsmynda væp. Já, algjörlega, bara góðar áskoranir, sko, en einmitt það var svona engin svona djúpur, vondur kall sem að þú veist, fekk mann til að vilja horfa myndina aftur eða eitthvað svoleiðis endilega og kannski var ekki þörfu, maður veit að þau eru að byggja upp Thrawn sem svona næsta svona vonda ógnar gæjan sem verður vísirinn að First Order svolítið og þú veist Lars Mikkelsen. Já, en svo þetta samt náttúrulega þetta allavega ekkert eitthvað disaster fyrir Lucasfilm þó að sérst hefur að sjá fleiri milljónir á fyrstu 4 dögunum eða eitthvað, en svo þetta náttúrulega merkileg mynd að mörgu leiti, sko. Það er ekkert geislasverð, það er ekki John Williams tónlist, sko. Þetta svona svolítið, finnst kannski svona, ef þetta svona verið svona ítamanni svona mjúklega inn í svona tímabil þar sem að, maður er ekki alltaf að vera í því sama og maður ólst upp við, sko. Já, algjörlega. Mér finnst tónlistin bara geggjum þessari mynd. Já, hann er búin að vera með tónlistin í öllum þáttunum, seríunum líka, þetta er bara fín tónlist og þessi gæi náttúrulega búin að nappa sér allavega 1 Óskarsverðlaun frá því hann samdi fyrsta Mandó-stefið, sko. Hann ekki með Oppenheimer, eða hann út með allt þessi gæi, sko. Og mjög góður. Algjörlega, sammála því. Og náttúrulega John Williams orðin vist 94 ára, þannig að við getum ekki verið að stóla hann. Nei, og mér fannst, þú veist, mér talum það sko vondugarlega, þú veist, mér fannst þessi robot á mjög nettir. Robot af manna veðari. Já. Og ég upplýði alveg svona ók þegar ég voru að leita að Baby Yoda og mér fannst mjög fallið þegar Baby Yoda kom tilbaka til að vera með Mandalorian og mér fannst litla skipi hjá þeim sem ég flug á. Mér fannst það mjög skemmtilegt. Svo þetta var samt alltaf svolítið vélvæð, mikið af robotum í þessu öllu saman. Ég var samt þetta að átt að vera eitthvað gerfugreindar viðvörun, sko, en svo höttarnir, þú veist, í Return of the Jedi, sko, þá fekk maður svona kantína veislu af alls konar geimverum, sko. Annað sem var ógeðslega skrítið í sögufræðinum, þeir voru að fara að ná í gæðin, áttu sá með Rot of the Hutt að þetta væri vondakallar sem voru að leita. Og þeir eru það verður svo fáranlega erfitt, það verður svo erfitt að ná honum og við þurfum að gera þetta vel og gera þetta saman. Allir er búið, við erum komið með hann. Þetta var svo skrítið og svo allt var að koma heim til sín. Og myndið var svona, og ég var bara svona, og núna er serían hálfnuð eða búinn og það er næsta sería að byrja nú. Það var svo skrítið. Ég náttúrulega bara, því ég reynir alltaf að verja Star Wars samt, ég réttlega þetta var bara til þess að sína okkur hvað Mando er awesome, sko. Það sem að aftur þurfa bara heila herdeild bara að gera hann þetta bara þannig að nei, svo þetta ekki sáðu ekki líka sáðu ekki líka þetta eitt af svona velmenna gæðunum hjá Hutts var Separate Destroyed sem var svona greinlega orðin eitthvað svona vola flottur og með eitthvað komið svona með svona ullar vesti eða eitthvað þegar ég náttúrulega er ekki mjög hrifin af Phantom Menace eða þessum vélmennum þessi vélmennum voru fábjánar, sko, en þarna hafði 1 eða 2 bara riðsið til bara mikill áhrifa í glæpagengi. Ég hef gaman að þessu, sko, en þú veist, þetta er ég hef alveg gaman að því þegar svona efni sem er að gerast á tímum, ég menna Mandalorian þetta er að gerast á tímum upprunlega þýlingsins að þegar þau eru samt, þú veist, gera eitthvað á, þú veist, á þeim tíma en þeir eru svona leika sér að vitni í príkólin, sko, með eitthvað svona einu, þú veist, eins og gameskipi sem hann Mando var að fljúga og bara var hann að bú starfættir eitthvað svona þetta er bara mest gaman hvernig þeim tekst af svona blanda þessum aesthetics úr príkólmyndunum inn í þannig tíma, sko. Algjörlega. Svo er eitt sem ég skil ekki, það er náttúrulega þetta Pedro Pascal blæti, sko, það skiptir engu máli hver er í þessum búning, sko. Það þurfti aðeins að rífa honum hjálminn bara til þess að réttlæta það eða, hann er með netta rödd í þetta, sant?
ekki? Já Hvað haldið að tökundagarnir hafa verið margir á Petru Pascal? Svona einn, Ég meina, Tveir dagar. það þurft að kafa í vatni, það tekur alveg tíma sko. En hann er bara sá sem að er David Prowse í mandóbúnum hann Brendan Wayne Já, hann hefur lýst því sko, hann er búin að vera í búninum þá bara frá fyrstu seríu sko og hann er bara búin að mynda tilfinningatengt sko við Grogu dúkkuna og mannskapin sem að stjórna Grogu já, og hann táraðist víst bara þegar leiði skildu núna í alvegni. Já. Og það sem gerir þetta merkingabært er að þetta er barnabarn John Wayne Nei, það er bara eitthvað svona mesti harjaksla að tuddi kvikmyndasunar þá bara hann Brandon litli Wayne, barnabarnið hann bara kemst við þegar hann hittir dúkku sem það er geðvegt. það er tákrænt Það er mjög táknandi. Já, ég, sko, Star Wars, það sem er á döfunni náttúrulega í þessum heimi, af því að þetta er heimur, það er náttúrulega Star Fighter á næsta ári með Ryan Gosling. Við býðum spenntir. Já. Svo eru mólþættinir, þeir eru að gera gott mót og bara strax að fá Sirius 2 og svona, þeir það er ákveðið, Já, það er fínt sko, þetta teiknimyndadót er nú alveg, það stendur alveg vel fyrir sínu sko. Þeir eru orðin ansi góð í þessu, ansi lungin sko, það má alveg, það teimi má alveg bara halda fórum að gera eitthvað skemmtilegt til mér sko, og geta gert heilan helling, en já, bíómyndinar, við erum að fá þessa Ryan Gosling mynd, þannig að þetta er náttúrulega gæinn sem leikstýrði nýju Deadpool myndinni sem er á bakvið. Hvað finnst okkur um það, en það sé hann? Er þetta frekar random gauður? Nei, sko, ég menna að George Lucas reyndi að fá David Lynch að leikstýra Return of the Jedi þetta er samt alveg ekta, þú veist, flott, þetta er gæi sem er góður að búa til góða blockbusters, ég menna, hann gerir Night at the Museum myndinar og þú veist, búin að gera heilan helling af alls konar bíómyndum Sean Levi Já, hann er náttúrulega góður í að gera hasar og húmor líka sko, og getur komið svona skemmtilega ferskleika inn í þetta þannig að þetta ferskleiki verandi lykilorðið sko Þannig að þetta verður barnamynd. Nei sko, svo líka þetta sko, ég held að þetta er miklu meira, þetta verður stóra gambli sko, ef að súmynd floppar þá er komin upp krísa sko, ég held að það er engin ætlast til þess að þessi Mandalorian Grogu-mynd var að gera eitthvað geggjað og með fullir virðingu fyrir okkar besta manni Ryan Gosling sem við erum hrifnir af, þá er hann ekki Grogu sko og hann verður krossvestur ef að þessi mynd klikkar sko, hann er rauninni Ryan Gosling að leggja alveg rosalega mikið undir með að taka þátt í þeim virðist lítast vel á þessu mynd, maður færði tilfinninguna að þau í Disney, þau eru mjög sátt með það sem er að gerast og Ryan Gosling er náttúrulega, við höfum talað um þetta ég og Tóti, Ryan Gosling er náttúrulega stærri en Star Wars. Já, hann er það mikil stórleikari. Hafið þið sagt það? Við höfum sagt það. Ég meina þetta er að fara að draga allir bíó svo. Já, þó hann sé vonandi, eins gott bara mynd með Ryan Gosling, það fara allir á myndi með þessum gæði sko. Hann er fílíku vinnir í kvikmyndahúsum. Það var rosalega kenn sko. Já, hann er framtíðinu björt í Star Wars. Framtíðinu mitt bara always in motion framtíðinu mitt. Já, þetta er allt í lagi og bara það má alveg búa til fullt af Star Wars og sumt er þá bara ekki af gott og annað, en þetta er líka leiðilegt að Star Wars er komið í þessu stöðum. Disney náttúrulega keipti þetta af Lucas fyrir svona 12-föld íslensku fjárlögin eða eitthvað sko, þannig að þeir þurfa að vera alltaf að dælis út sem er náttúrulega bara fyrir eitthvað glötist aða sko. Einmitt, það er galið. Eins og Lucas var, bara já þetta, ég ger eitthvað þegar mér sýnist. Er ég? Er þetta endológin? Ég ætla að hafa þetta svona þannig að þetta kemur ekki óvart. Nei, mér er bara svona þetta sem dundi. Mér finnst þetta geðveikt lag. Titilagi í þáttum. Þetta er geðveikt. Er þetta ekki þetta þáttum? Ég keypti þetta vínil bara. Þetta eru þáttum. Já. Nei, annars bara brattir. Já, bara öllum er óhætt að fara að sjá Mandalorian og Grogu og ekki gleyma að lesa Dóm Magnúsar Jokkum á vísi.is á morgun. En ekki taka mark á hann Nei, lesa ekki taka neitt mark á hann. Já, lesa með gagnrýni hugsun. Ég veit ekki akkur Tóti, ég bara fer í þvílíku vörnina sko. Já, gott, þú ert að læra. Ég meina það var ekki þessari mynd, ég meina þetta er bara skemmtileg mynd, en málega er að við gerum bara svo mikla kröfur til Star Wars. Og ef þetta væri bara bara gaming, þá væri maður himinlifandi sko. Það er munur. Það er munur. 4. júní, það er næsti þáttur, þá er He-Man að koma í bíó. Við getum ekki talað um hann í næsta þætti því hann er að koma í bíó þá. Ég veit ekki að taka eitt gott uppsóp, það er sko brjálað að gera í sjónvarpinu. Spider Noir, má ekki það? Nei. Nicolas Cage. Er það komið það? Droppa á Prime í gær. Í alvörunni?
lofa góð. Ert þú búin að horfa á þetta? Nei, ég bara Ég sá er búin að sjá einn hálf þátt, lítið vel út Ok. Industrial Light and Magic með brellunar Pæli því, það var Ok. komin betri brellur í eitthvað Marvel spin-off en Star Wars Það er þetta Sturla rosa. tíma sem við lifum. Herru, ekki bara kveðja Jú. þar til næst. Jú. Takk, Ekki Geir gera Finnsson fyrir komuna og við fáum því í næsta starfstátt. Mikið til, takk fyrir mig. Takk, Tóti, takk fyrir þig. Jú, blæsaður Leiðu þessu bara vera maður, þetta er gott lag